Það var sterkur sigur þinna kvenna í Ólafshalli í kvöld. Þú hlýtur að vera ánægður með hvernig þessi endaði alveg. Já, ánægður með sigurinn. En við vorum að gera þetta afskaplega erfitt fyrir okkur með mjög slæmum ákvörðum sóknarlega og bara lélegum varnarleik. Mér fannst bara, heppnar að vera bara 4 undir í hálfleik. Það voru alveg með töluvert meira framlag á vellinum en við, en við vorum kannski eitthvað að halda okkur í þessu bara með hitta einhverjum erfiðum skotum. Svo sigluðum við fram úr hérna í lokin. Við bara déjà vu og síðan við unnum Val þennan daginn. Þetta er svona nákvæmlega saman gerist þetta bara. Var þetta sanngjarn sigur? Ég þori ekki. Ég held að ef að segja bæði lið hafa ekki verið að performa sitt besta hérna í dag. Og þannig að sigurinn hefði ekki verið sanngjarn sigur megin. Við tókum þetta og það var bara flott. Já. Þú verður þið í deildinni, þeir eru í hérna, eru svona, þeir eru í 3., 4. sætinu ekkert neginn. Stígandi í Fjölnisliðinu samt á þessu tímabili. Sérðu ekki? Jú, ég var til að sjá meiri stígandar þetta. Og hérna, við erum í hættulegri stöðu, það eru 5 lið sem eru bara, og eftir að við töpuðum þessu 3. tap á móti Njarðvík, þá vorum við komin í 5. sæti tekna sér. Með þessu sigri, þetta kemur okkur þá aftur aðeins inn í þetta. Það er bara allir leikir svo fáránlega mikilvægir núna. Og við hefum 2 dagi þá fáum við Keflavík eitt annað topplið, en við erum endalaust bara í svona toppbaráttum og svo Hauka aftur á sunnudaginn, þannig þetta er bara... Það er prógram. Já, og við verðum að sýna betri frammistöðu á vellinum til að taka þessa 2 leiki. Eins og segir Keflavík í næsta leik í deildinni á sunnudaginn. Hvað spilaðu á móti þeim í bikarnum? Hvað fyrir að gera til að ná í sigur þar? Við þurfum bara að leggja okkur fárlega fram. Ég býst við að þær eru ekkert að fara að leyfa okkur að koma aftur í Keflavík ég man ekki hvort þið Keflavík að heima. En ég efast að þær taki vel á móti okkur sama hvað þetta verður eftir að við tókum hann út úr bikarnum. Það var ekkert sérstaklega svona fyrir þá sem að muna, það var ekkert sérstaklega þægilegur endi fyrir Keflavík í þeim leik. Nei, það komast tilbaka þannig og við hittum bara okkur djókskoti hérna. Við bara reynum að bústa okkur saman og laga það sem þurfum að laga á sem 10 dögum og koma sterkar í þannig. Frábært, takk.